Mig langar að kynna fyrir ykkur nýtt verkfæri sem við vorum að setja í loftið í viskubrunni. Þið finnið verkfærin hérna undir verkfærin og námsmat og þar komið verkfæri hér sem heitir Rubrics fyrir Classroom. Eitt af því sem ofboðslega gott að gera í kennslu, það að meta eftir Rubrics matskvörðum. Það sérstakur fítus inni í Google Classroom sem að enginn enn að nota af því að hann tekur svo ofboðslega langan tíma að búa hann til. Þetta verkfæri á að leysa það vandamál. Það sem ég geri að ég seti inn lýsingu á verkefninu, ég seti inn aldurinn á nemendunum og ýti á búa til. Og núna býr hún til, sem sagt, Rubrics kvarða með gildinu 5 og niður í 1 og hún miðar við lýsinguna mína á þessu verkefni og því betri sem lýsingin því meira kemur og ítarlegra kemur hérna vinstra megin. Og þið sjáið að hún búin að búa til núna flottan Rubrics kvarða sem mig langar að nota inn í Classroom. Þá kemur nýja verkfærið til sögunar og það þessi hnappur hér, Export to Google Sheets. Ég ýti á hann, auðkenni mig ef ég þarf, þetta hérna og það sem hún gerir núna að nú tekur hún þennan kvarða og býr til Google Sheets úr honum sem að við sjáum hér rétt strax og þessi uppsetning á Google Sheets passar inn í Google Classroom. Þannig að ég ætla að opna Classroom hér og ég hérna með assignment og ég ætla að nota Rubric hérna niðri og ég ýti hreinlega á þennan takka og import from sheets. Vel Rubricin minn, geri add og búm. Hún búin að setja núna inn öll matsviðmiðin sem hún bjóð til þarna áðan og þið sjáu að þau voru 7, það 5 stig sem þú fær fyrir mest og þú getur fengið 35 stig fyrir þennan. Þið getur svo sjálfsögðu aðlaga þetta að ykkar og breytt, en nú engin ástæða til þess að vera ekki að nota Rubric kvarða þegar þið að leggja fyrir verkefni inn í Google Classroom.